Jarðvarmi hefur lengi verið nýttur til rafmagnsframleiðslu á Mývatnssvæðinu, en gamla gufustöðin í Bjarnarflagi var gangsett árið 1969. Fljótlega kom þau í ljós að hún annaði ekki eftirspurn. Tilraunaboranir á Kröflusvæði hófust 1974 og árið eftir var hafist handa við að byggja stöðvarhús og bora vinnsluholur. Allt virtist alltaf ganga eins og í sögu þegar náttúruöflin lét á sér kræla. Hér voru menn kannski komnir 4 mánuði inn í framkvæmdir við að byggja Kröflustöð þegar að byrjaði hreinlega að gjósa í leirhnjúk hérna rétt fyrir aftan okkur. Og næstu 9 árin gaus 9 sinnum, auk þess sem að kvika tróð sér inn í kvikuinnskot hérna bæði til norðurs og suðurs, opnaði sprungur og gjár og opnaði líka hverasvæði hérna út allt. Þrátt fyrir þessar truflanir var fyrri vélasamstæða stöðvarinnar gangsett í ágúst 1977. Kröflueldum lauk hins vegar ekki fyrir 7 árum síðar. Eftir 1984 hefur ástandið heldur róast og okkur hefur gengið bara alveg prýðilega að reka stöðina síðan þá. Orkuvinnslan á svæðinu hefur líka haft mikil og jákvæð áhrif á nærsamfélagið. Náttúrulega þegar að menn tóku það ákvörðun að fara að byggja hér upp og nýta auðlindir jarðvarmans, það hafði það náttúrulega gríðarleg áhrif á alla atvinnu uppbyggingu og sköpun á svæðinu, ekki síður öll fjölnýting sem hefur fylgt jarðvarmanum. Nú eru jarðböðin kannski eitt besta dæmi sem við höfum góða nýtingu á jarðhita, en svo hafa einnig fjölmörg sprota og nýsköpunarfyrirtæki sprottið hér upp sem að nýta afurðir og hliðarafurðir jarðvarmans. Svona fyrstu árin þá var ekki sama orkuþörf og í dag og var þá raunin bara keyrð önnur vélin til að byrja með. Síðan var farið í uppbyggingu á vél númer 2 og hún tekin í rekstur 1997. Nú eftir þann tíma höfum við verið meira og minna á fullu afli síðan þá. Yfir 40 borholur eru á Kröflusvæðinu og rúmlega helmingur þeirra tengdur Kröflustöð. Frá borholunum jarðhitavökvinn leiddur inn í skiljustöð þar sem vatn og óhreinindi eru skilin frá gufu í 2 þrepum. Gufan blandast inn í hverfli en þar eru hjól með mörgum blöðum sem snúa rafali og framleiða rafmagnið. Áfram heldur gufan inn í Eimsvala og þar hún þétt með köldu vatni. Vatnið hitnar og leitt efst í kæliturna með stórum viftum. Vatni sem ekki notað til kælingar, affallsvatni, að hluta dælt aftur niður borholur. Kröflustöð fyrsta stóra jarðvarmavirkjun á Íslandi. Það voru vissulega margar áskorunir að koma af stað, en ég held líka að við höfum lært alveg gríðarlega mikið á því og allar það jarðvarmavirkjanir sem hafa verið reistar hér á Íslandi og í raun víða heim eftir það hafa dregið af þessum lærdómi. Þannig að það hafi verið farið mjög varfærnislega að svæðinu, en við horfum á til framtíðar að bæta við hér borholum og jafnvel og stækka í náinni framtíð. Landsvirkjun líka á meðal stofnenda verkefnisins Krafla Magma Testbed. En hugmyndin með því að stofna alþjóðlegt eldfjallarannsóknarsetur á Kröflusvæðinu. KMT-verkefnið var til þegar óvart var borað ofan í kviku á rúmlega 2 kílómetra dýpi árið 2009. Það að bora ofan í kvikuna reyndist fyrir okkur að við komumst ekki lengra. Jarðlögin bara hægt og sígandi eins og seigfljótandi síróp lögðust að borkrónunni og stoppuðu hana, þannig að hún komst ekki lengra. En vökvinn sem kemur upp úr jarðlögunum bara rétt fyrir ofan þessa kviku heitur og alveg gríðarlega orkuríkur. Holan reyndist 10 sinnum öflugri en hefðbundnar vinnsluholur á svæðinu. Og í ljós kom nákvæm staðsetning á grunnstæðu kvikuhólfi sem einstakt á heimsvísu. Okkur sýnist að þarna sé má segja auðlind sem alveg gríðarlega spennandi að kanna hvort það sé hægt að nýta. Fljótlega varð ljóst að atvikið fól í sér mikil tækifæri til eldfjalla og orkurannsókna og stefnt að því að bora á ný í kvikuhólfið með tækjabúnaði sem verið að þróa á vegum verkefnisins. En líka þurfum við að finna út snjalla leið til þess að snúa þessum varma yfir í raforku sem nú megin tilgangur með starfsemin okkar hérna. KMT-verkefnið hefur vakið athygli víða heim. Mikill áhugi á þeim 9 tækifærum til orkuöflunar sem verkefnið gæti skapað. Íslendingar hafa nýtt jarðhitann frá því að land byggðist, en þessi miklu öfl sem leynast undir fótum okkar hafa skipt sköpum í uppbyggingu samfélagsins.
Jarðhiti náttúrulega gjörbreytti bara stöðu íslensku þjóðarinnar og gerði okkur kleift að losa okkur undan olíukyndingu eða rafkyndingu hér að megninu til á Íslandi. Nú 90% af húshitun á Íslandi er með jarðhita og við höfum séð það hvernig lífsgæði á Íslandi voru knúin áfram af þeim umbótum og uppbyggingu á endurnýjanlegri orku og þar átti jarðhiti náttúrulega stóran part.